Já, sæl veriði, góður áhorfendur og velkomin í þáttinn Næstu skref. Í þættinum í dag ætlum við að ræða álverið á Austurlandi, Alcoa Fjarðarál í Reyðarfirði. Stór og mikið starfsemi þar og áhugavert að kynna sér hvað hefur verið að gerast á þessu sérstaka ári sem við erum að upplifa núna og hvernig áleiðinnar hefur verið að þróast í heiminum á álverð á þessu sérstaka COVID ári. Og í þættinum í dag erum við með góða gesti. Það er Smári Kristinsson, framkvæmdastjóri rekstrarþróunar og staðgengill forstjóra og Ingólfur T. Helgason, framkvæmdastjóri álframleiðslu hjá Fjarðaráli. Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sem hafði nú verið kynnt til að mæta í þáttinn, hún forfallaðist og Smári Kristinsson kom inn, hljóp í skarðið með skömmu fyrirvara og takk fyrir það, Smári. Ég vil kannski við byrjum bara rétt Ingólfur, ef við bara kynnið ykkur aðeins til leiks, starfi ykkar hjá álverinu í Reyðarfirði og svona helstu staðreyndir, bara rétt gott að heyra aðeins, fá smá kynningu á fólki. Já, góðan daginn, takk fyrir að fá okkur í þáttinn, áhugavert. Eins og segi, ég heiti Ingólfur og er framkvæmdastjóri álframleiðslu hjá Fjarðaráli. Álframleiðslan teygir sig töluvert langt, það er kerskáli, skautsmiðja, kersmiðja og svo umhverfið, öll hráefnis umsýsla og umhverfismál sem falla undir álframleiðsluna. Ég bý á Reyðarfirði og er kvæntur á 2 börn og hef unnið á Fjarðaráli í 10 ár. Smári, hvað segir þú sjálfur? Þú kemur á Reyðarfirðinum. Herði, ég er Akureyringur, já, Smári Kristinsson heiti ég og er viðskiptafræðingur frá Háskólanum á Akureyri á framleiðslusviði, gæða- og framleiðslusviði og flutti hérna austur 2006 með fjölskyldu og er giftur og við höfum 3 börn, bý á Egilsstöðum og hlutverk mitt í dag er svona þvert á fyrirtækið en ég byrjaði hér sem ferliseigandi í álframleiðslu og var síðan nokkur ár eða fram til 2015 var ég framkvæmdastjóri málmframleiðslu Steypuskálans og frá 2015 þar til í nóvember á síðasta ári var ég í því hlutverki sem Ingólfur er núna sem framkvæmdastjóri álframleiðslu og í þessu nýja starfi síðan. Já, við ætlum að reyna að fara svona vítt og breitt en þetta hefur verið mjög sérstakt ár í álframleiðslu eða ekki í heiminum. Við sáum við COVID þegar hófst þarna í febrúar-mars að verð fór mjög lágt og síðan hefur þetta svona verið að fikrast upp í haust sérstaklega og bara síðustu vikum. Hvernig lýsið þið svona ári eins og núna, Smári, þú myndir byrja á því? Þetta er búið að vera ótrúlegt ár og óvissan sem við höfum staðið frammi fyrir hefur verið mikil og eins og segir verð fór langt niður og gerði rekstur okkar mjög erfiðan og svo bara allar ráðstafanirnar sem hefur þurft að grípa til í fyrirtækinu. Við erum náttúrulega í þannig stöðu að við þurfum að vera í gangi 24/7 alla daga ársins og megum ekki við truflunum, þannig að yfirvofandi smit og slíkt er eitthvað sem við ráðum mjög illa við og höfum þurft að gera miklar ráðstafanir og grípa til aðgerða, til dæmis í upphafi þegar óvissan var hvað mest að þá breyttum við úr okkar 8 tíma vaktakerfi í 12 tíma vaktakerfi og vorum þannig þangað til í september og það var aðgerð bara til að auðvelda okkur að manna verksmiðjuna ef að illa færi hér. Þannig að við höfum þurft að raska svolítið lífi fólks sem að vinna hjá okkur líka með breytingum. Ingólfur, þú ert framkvæmdastjóri yfir álframleiðslunni. Þetta hefur verið krefjandi. Hvernig upplifir þetta svona með við, svona fyrir ár? Já, þetta er eins og Smári segir, þetta er búið að vera erfitt og alltaf þessi yfirvofandi hætta á að við fáum hérna inn smit og sem hefur slæm áhrif náttúrulega. Fólk fellur út og kemst ekki til vinnu og eins og Smári segir þá erum við rosalega háð því að fólk mæti til starfa og við getum ekki stoppað. Þetta er bara þannig starfsemi að
að við getum bara ekki slökkt ljósin og farið heim. En sko, og þetta kannski þetta svona auka faktor bara í líf okkar og að halda þessu gangandi, mikil óvissa eins og segir sem kannski það versta, hvað gerist ef við fáum þetta inn og hvort eins og Smári segir við búin að þurfa að fara og breyta baktakerfi sem gríðarlega áhrif á alla sem vinna hjá okkur, eða langflesta. Dagvinnu fólk meira og minna heima og kannski svona eins og við lítum á þetta bakvarðarsveitin okkar sem við getum kallað inn ef illa fer. Það hefur líka áhrif á fólk að vera heima, þurfa að vera heima og margir í mismunandi aðstæðum náttúrulega. Þannig að ekki skemmtilegt náttúrulega en við reynum okkar besta og fólkið okkar er mjög duglegt og jákvætt að koma á móts við okkur og halda þessu gangandi, verð ég að segja. Þannig að þið hafi verið með svolítið kröfur og fólk myndi passa sig og starfsmenn og aðrir og þetta er náttúrulega stór fjölmennu vinnustæði. Hvað vinna margir? 400 manns í verksmiðjunni? Hvað er þetta margir, Ingólfur? Sko í verksmiðjunni Alcoar, eða eins og við köllum það, sem vinna beint fyrir fyrirtæki eru kringum 550 manns. 550. Það má sann segja að það eru trúlega kringum 1000 manns sem koma beint að vinnustaðnum á hverjum degi í formi verktöku og þess áttar. Og það er eins og allir vita mjög stór hluti af Austurlandi sem vinna hérna og koma að þessu á einhvern hátt. Nú kannski bara svona þess að Austurlandi hefur sloppið 7-9-13 vel í þessu COVID-ástandi, svona miðað við aðra landsfjórðunga. Hvað með Norðurál og Straumsvík? Hafið svona varðandi COVID, hvernig hefur þetta gengið þar sem hefur verið meira af smitum og svoleiðis? Hefur þetta truflað þar meira eða hafa menn bara náð að haldast hefðbundnu rekstri í þeim verksmiðjum líka eða hvernig hefur þetta þróast? Eftir sem við best vitum að þá hefur gengið vel þar líka. Það hafa komið smitt inn í verksmiðjurnar en þeir eru kannski í aðeins öðrum spórum heldur en við, til dæmis Norðurál, þeir eru á 12 tíma vaktakerfi í dag með 4 vakthópa. Þannig að þeir þurftu í raun ekki gera þá breytingu upp á aðgreiningu starfsmanna og í Ríó eru þeir í 5 vakthópum en þeir eru ekki með svokallaðar bætivaktir í gangi og að því að þeir eru ekki á alveg fullum afköstum að þá kannski þörf fyrir yfirvinnu og slíkt minni. Þannig að ég held að öll fyrirtækin hafi sloppið ótrúlega vel í gegnum þetta hingað til allavega. Já, þannig að það er gott að heyra hérna. En það hefur á heimsvísu, hafið heyrt vandamál bara, ég nú bara komið svolítið út fyrir efni en eins og annars þær í verksmiðjum, annars þær í útlöndum annað. Hafið heyrt eitthvað dæmi erfiðleika í þessu tengt þessu? Þannig að svona verksmiðja þarf að ganga 24 tíma sólarhringsins allt árið. Það má ekkert koma upp á. Hafið heyrt eitthvað vandamál, bara svona sögur af því eða? Ekki innan Alcoa allavega og ég hef ekki heyrt neitt út fyrir fyrirtæki heldur en það hafa allstaðar eru strangar aðgerðir í gangi og ég þetta hafi kannski verið erfiðast fyrir verksmiðjur okkar í Brasilíu, þar var gríðarlega mikil útbreiðsla. En þeir eru ekki sem sagt með álframleiðslu, þeir eru að steypa ál og endurbreiða en kannski ekki með svona alveg 100% samfellda framleiðslu eins og við. Þannig að hvergi hefur þetta leitt til dæmis til þess að skerða framleiðslu að einhverju marki. Hérna nú svaraði Ingólfur og sagði okkur frá því áðan að það væri 550 starfsmenn í álverinu sem væri beint undir Alcoa en svo kannski 1000 mann sem tengjast þá gegnum verktöku og undirverktaka og slíka hluti. Nú það búa 10.000 manns á Austurlandi og vinnumarkaðurinn, nú eru þau kannski með töluna en ég geti trúa að vinnualdri séu kannski þá eitthvað 7.000 manns til að koma einhverja tölur svona á kollinu með við íbúafjölda upp á 7.000, það geti verið 67.000 á vinnualdri. Þannig að þetta er mjög stór hluti þá af bara heildarumfangi á vinnumarkaði á Austurlandi. Hafið þið einhverja tölur þetta? Er þetta eins og svona hugarreikningur segir mér núna kannski einhvers staðar 10-15% af heildar vinnumarkaði, Smári? Já, þetta við tölum oft að atvinnusvæði okkar sé 8.000 manns, cirka, og það að segja 2 tíma akstur að verksmiðju. Við erum með fólk alla leið á Breiðdalsvík og upp í Jökuldal sem starfar hjá okkur, þannig að það er svona viðmið og það er náttúrulega einn áhættuþátturinn fyrir okkur gagnvart COVID, hversu mikla tengingu við erum með inn í nánast allar fjölskyldur
hérna á svæðinu. Já. Ég hugsa að séu fáa fjölskyldur þar sem að ekki einhver snerting við Alcoa-starfsmann sem dæmi. Og við erum auðvitað, eins og maður segir, stór fiskur í lítilli tjörn hérna á atvinnumarkaði. Ingólfur, áhrif álversins á Austurlandi, hafið ennþá einhverja frekari upplýsingar þetta bara svona í samhengi hlutana? Þetta stærsti atvinnurekandi væntanlega og eitthvað svona þetta umfang? Já, sko, ég kem náttúrulega inn á svæðið þegar álverið komið. Ef ég get tala bara frá mér persónulega, þá það sem maður heyrir náttúrulega að eftir að Alcoa kom og reisti þessar verksmiðju þá gjörbreyttist allt líf hér á Austurlandi. Náttúrulega mjög einsleitur vinnumarkaður áður, þannig að þetta var sprauta og vítamínsprauta og hefur haft áhrif á nánast alla bæjarkjarna hérna í kring. Það er svona mín upplifun af þessu. Líka það að þetta er hátækniiðnaður og hefur verið að draga til sín menntað fólk og við erum með mjög marga verkfræðinga í vinnu til dæmis sem við höfum verið að draga hingað austur og mikið til sko. Þannig að þetta hefur gjörbreytt svolítið menningarlífinu og atvinnustarfseminni hérna á Austurlandi vil ég að segja sko. Já, ég man fyrir nokkrum árum þegar að sveitarstjórnarmenn í Fjarðabyggð voru að benda á svona þessar tengingar almennt að væri eitthvað 20-25% af vöruútflutningi í landinu kæmi úr Fjarðabyggð. Það er sem sagt álverið, þessi stóru öflugu sjávarútvegsfyrirtæki, síldarvinnslan, Eskja og loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði. Þetta er ótrúlega mikið og síðan er fiskeldi að bætast við núna að fullum krafti og þannig að svona þessar tölur eru ótrúlegar út úr þessar útflutningstekjur sem koma og gjaldeyristekjur sem koma frá Austurlandi og þetta svona almennt held ég ekki fólk, almenningur svona vítt og breytt í landinu kannski átta sig ekki á þessum stærðum hvað þetta er gríðarlega mikið. Ég held að Austfirðingar séu mjög stoltir að því almennt að geta skaffa svona mikið og eins og sagði ráðan þá er svæði kannski 10.000 manneskjur sem skaffa fjórðung af útflutningsverðmæti þjóðarinnar. Þetta er svona, eins og ég segi, þetta er stolt verið að segja í samfélaginu, maður heyrir mikið þetta og það enda megum við vera það held ég. Já, ég reyndar kom með það aðeins að ég tala vöruútflutningin sko, en svo náttúrulega þess að þjónustuútflutningurinn er síðan annað sem var ferðaþjónustan svo mikið, en svo náttúrulega breytast örugglega hlutföllin verið áhugavert reyndar að sjá tölurnar á þessu ári þegar að ferðaþjónustan dettur út, þá með sjávarútveginn og álframleiðsluna sem komið enn sterkari inn og síðan þessi iðnaður sem er önnur stoð sem er bara almennt iðnaður og útflutningur af sjávarútvegstækjum og þessi inn í fjórðu iðnbyltinguna. En Smári þetta, hvernig með þetta útflutningstekjur? Já, við sjáum náttúrulega að við höfum svona nánast í magni haldið stöðu okkur á milli ára og vinnumarkaðurinn hérna fyrir austan, hann hefur ekki orðið fyrir miklum breytingum þrátt fyrir það sem er í gangi í heiminum öllum. Atvinnuleysi á þessu svæði er sáralítið, mælist held ég á bilinu 2,5 til 3% sem er bara sambarilegt og var fyrir ári síðan. Þannig að, og svo er náttúrulega uppgangur í tengslum við fiskeldið einmitt og við höfum verið að fjölga fólki hjá okkur. Við erum að stefna því að bæta við 25 starfsmönnum og erum að mæta svona ákveðnum getum við sagt álagsþáttum í verksmiðjunni og hjálpa til með að skapa fjölskylduvænna starfsumhverfi. Þið styttu vaktina fyrir nokkrum árum. Semst almenna reglan var að þið fórunir í 8 tíma úr 12 eða ekki og hvað áhrif hafði það? Hver var hugmyndin á bakvið það? Já, hugmyndin á bakvið það var fyrst og fremst að draga úr álagi. 12 tíma vaktir eru mjög langar vaktir og vinnuskyldan í því kerfi var 180 tímar á mánuði sem er talsvert mikið. Við færðum okkur niður í 154 tíma vinnuskyldu með vaktavinnufólk og styttum vaktir í 8 tíma. Vinnum mjög skemmtilegt kerfi sem er, sem sagt, þú vinnur 5 daga og 8 svo 5 dagi frí og góð frí inn á milli og hægt að sinna fjölskyldu vel á þeim tíma. En ekki síður var þetta gert svona til að
auka fjölskylduvænleika vinnustæðarins og styðja við það að konur kemur tilbaka til dæmis úr fæðingarorlofi sem okkur mjög mikilvægt og við erum nú eitt af fáum álverum þar sem við erum með talsverðan fjölda kvenna í vinnu, hlutfall okkar er 25%. Og það hefur verið sérstök stemming, eða svona stefna í gegnum árin að fjölga konum að frá eiginlega upphafi, ef ég maður rétt. Algjörlega, þetta átti að vera vinnustæður þar sem að jafnræði væri á milli kynjanna og við náttúrulega byrjuðum hér með svona tiltölulega ungt starfsfólk í byrjun líka í framleiðslunni, þannig að núna 15 árum seinna er þetta fólk miklu leyti orðið fjölskyldufólk og búið að eignast börn á þeim tíma. Þannig að þetta var svona hluti af því að mæta því líka. Ingólfur, þú varst hvað það var grein eða frétt bara fyrir einhverjum 10 dögum í fréttablaðinu. Það varst einmitt að segja þína sögu og benda fólki annars staðar á landinu á þessu atvinnumöguleika sem á Austurlandi, eins og Smári kemur inn á að atvinnuleysi er minnst í landinu, langminnst held ég svo að segja, 2-3% á Austurlandi, meðan að almennt er orðið töluvert mikið víða. Ef þú myndir aðeins fara í gegnum það sem varst að benda á í fréttinu þetta daginn, í fréttablaðinu, segja þeina sögu með þetta. Já, ástæðan fyrir því ég skrifaði greinina fyrst og fremst var raunverulega eins og ég segi í greininni að Fjarðaál var og er að bæta þessu fólki. Á sama tíma var kannski ekki allt og mikill áhugi fjöldi umsækjenda var ekkert allt og mikið. Og á sama tíma var maður að lesa himinháar tölur, atvinnuleystölur á öðrum landsvæðum. Þannig að ég notaði kannski pínu reynslu mína og vildi miðla henni. Ég var ekki í mjög slæmum stöðu en þegar ég útskrifaðist mínu námi árið 2010, fljótlega eftir hrunið, þá var náttúrulega ekkert að gera þannig séð fyrir nýútskrifaða tæknifræðinga í bænum. Þannig að þessi möguleiki að koma austur stóð opinn fyrir mig og konuna mína. Og við létum slag standa og fórum austur, alveg stökk en vel geranlegt, verð ég að segja. Og ég vildi kannski bara vekja máls á þessu og athygli því að ég held að, eins og ég segi þetta í greininni, að í krísu þá er oft tækifæri sem gott er að nýta. En það hefur aðeins skánað aðeins, er bara töluvert fjöldi umsókna til okkar og við erum ekki í vandræðum núna með umsóknir. Þannig þetta er nú alltaf breytast. Sjáu þið mikið mun núna bara á seinni hluta þessa árs eftir COVID byrjar eða hvað eru það að sjá meiri áhuga að koma austur annars staðar frá eða hvernig? Kannski bara núna á síðustu vikum. Það var ekki rosalega mikið framan að örugglega margir hverjir að bíða og sjá hvað myndi gerast bara það sem það á heima náttúrulega. En ég held að sé óhætt að segja að þetta sé aðeins að aukast núna. Þetta virðist ekkert vera að fara, þetta COVID, ekki strax allavega og hefur mikil áhrif á þetta. Þannig að fólk er að, eins og ég segi í greininni, að horfa pínu út fyrir kassan. Já, það var svona, þetta vakti áhuga minn. Ég er nú svona nýlega að byrja með þetta búin að vera með rúma mánuð og taka upp þónunga fundum, en það var í kjördæmavikunni fyrir svona, mánuði síðan. Og þá var Austurbrú búið að skipuleggja sem sagt fundina, þetta var allt í fjarfundum með fyrir Austfirðingum og það sem ég fannst gott á þeim fundi var að það var mikið með atvinnulífinu. Þar heyrðum við mitt í Dagmar Ýr, fjölmiðlafulltrúa sem átti að vera með okkur í dag og Thor, forstjóra fyrirtækisins og ýmsum öðrum aðilum bara í atvinnulífinu fyrir austan og það verður að segjast, mér var svo jákvætt að heyra hvað var margt og gott að gerast og jákvæðinu vegna þess að það er ekki víða núna sem maður er að heyra þessa miklu jákvæðni sem maður var að heyra austan annars staðar í störfum í þinginu, hvort sem að þegar ég hef verið í fjárlaganefndinni og allt nýhættu þar og fann utanríkismálanefndar, en líka það er yfirleitt allstaðar tiltölulega neikvæðar fréttir út af þessu COVID. Þannig að þetta var mjög gott að heyra þessa jákvæðni sem var
frá fulltrúum atvinnulífsins fyrir austan á þeim fundum eða þann daginn sem við tókum fjarfundi með Austurlandinu. Þannig að þetta þannig að maður sér svona, ég nú svolítið lýst þessu líka bara fiskeldið og ferðaþjónustan alveg, menn hana mikið inni fyrir austan, að þetta svolítið landtækifærin að mörgu leyti með svo margt annað sem miklu gríðarlega möguleika fyrir austan í atvinnulífinu sem að sér fyrir sér á næstu árum. En það er brjálað að gera hérna og það er svona jákvætt það er mjög mikilvægt að við tölum það og komum þessum skilaboðum á framfæri því að við eigum náttúrulega líka að tala það sem er gott og þótt að COVID hafa náttúrulega mikil áhrif á okkur öll en það eru tækifæri. Já, við heyrum kannski allt og lítið að því svona þessu jákvæði almennt á samfélagsmiðlum eða umræðu í Íslandi, þetta nú allt tiltölulega oft á neikvæðum forsendur svona mikið af þeirri umræðu. En Smári, hvað segir þú Austurlandið og bara í þessu samhengi svona með atvinnulífið á svæðinu? Eins og ég segi, það hefur verið stöðugt og allt útlit fyrir að þannig verði áfram og við sjáum fiskiðjurnar hérna á svæðinu vera að taka stakkaskiptum í sinni framleiðslu, mikil sjálfvirknivæðing og öflug fyrirtæki að byggja sig upp bæði flota og vinnslur og allt þetta skapar tækifæri fyrir allskyns starfsemi til hliðar við það. Svona sjálfvirkni kallar á verk- og tæknifræðistörf samhliða öðrum störfum. Við erum með til dæmis í vinnu hjá okkur 60-70 iðnaðarmenn og fiskiðjurnar eru það líka með fjölda starfa á því sviði. Við erum með verk- og tæknifræðinga inni hjá okkur. Við stöndum frammi fyrir því að svona okkar framleiðnu aukning í framtíðinni geti verið í gegnum sjálfvirkni og eins og við tölum gjarnan að þó að störf þróist að þá hverfa þau ekki þó við förum í sjálfvirkni. Við erum að sækja líka framleiðnu aukningu, gæðaaukningu og fleira með því að fara þá leið og það eitt og sér mun skapa alveg gríðarlega mörg tækifæri hérna á svæðinu í mínum huga. Maður sér líka þau kunnum alla að segja frá því það er mikið nýsköpun tengt á Íslandi tengt álverum. Við sjáum að það eru sérfræðingar á Íslandi að hanna tæki og tól starfsmenn eins og mér skilst að Ingólfur hafi farið út og unnið úti. Við erum með fyrirtæki Jón Hjaltalín að skoða með rafskautin og minnka útblásturinn í þeim og síðan með að mæla innihaldið í álinu bara á staðnum í staðan fyrir einhver efna. Ég kann þetta nú ekki alveg nógu vel en ég þekki viðkomandi aðalega þeir skamma mig núna fyrir að geta ekki sagt almennilega frá þessu, það er bara svo það getur búin að lenda í því. En það er gamalt skólafélagið úr menntaskóla í Reykjavík sem einmitt verið að vinna í því, Kristján Viðarsson meðal annars verið mikið í tengslum við það. Þannig að þetta hefur verið svolítið mikið. Er þetta alls þar í heiminum svona það sem álver er framleitt eða er þetta eitthvað sérst á Íslandi hvað virðist að verið mikið nýsköpun í þessum iðnaði á Íslandi? Svona það sem að maður þekki til kannski best í Noregi og Kanada, þar virðist þetta vera þannig. Og það er til dæmis állína í háskólanum í Þrándheimi og önnur í háskóla í Quebec og í kringum þessa háskóla er alveg gríðarlega mikil frumkvöðlastarf í gangi og við getum sagt eins og það er miklu fleira heldur en það sem þú nefnir í þróun og úrvinnsla úr kerbrotum og fleira og koma með það staðinn fyrir að vera spilliefni að búa til vörur úr því. Það er ýmislegt í gangi, mjög spennandi verkefni og mikill kraftur í kringum háskólana í því og nýsköpunarsjóð náttúrulega líka. Já, Ingólfur, hvað segir þetta með tækniþróun og annað? Síðan kannski þetta sem ég var að minnast á, ég var búin að heyra eitthvað á því að þú hefur farið til Sádi-Arabíu, unnið þar í tengslu við álver. Hvað getur þú sagt okkur, hvernig lífsreynsla var það nú? Já, hvar á ég að byrja?
Sko, Er það bara sér þáttur í það? já, ég ætla alltaf ekki bara. Sko, verkefni í Sádi var sérstakt, mjög sérstakt. Verkefni sem slíkt var náttúrulega alveg hrikalega spennandi. Eitt af svona stærri álverkefnum í heiminum, þar sem að Sádi-arabískt fyrirtæki sem heitir Maden er svona námufyrirtæki sem sagt fann fullt af mikið magna báxíti í jörðinni í Sádi-Arabíu og leitaði sem sagt af einhverjum svona partner til þess að fara að framleiða úr því ál og Alcoa var fyrir valinu og byrjaði þar starfsemi að reisa þar sko álver sem framleiðslu getur vel rúmlega fjarðaál og náttúrulega súrálsverksmiðju líka og svo eftirvinnslu áls, alveg gríðarlega stór svona völsunarverksmiðja, eitt stærsti steypuskóli í heimi, þannig að það var hrikalega gaman að taka þátt í svona risastóru verkefni þegar mest var, þá unnu 25.000 menn á svæðinu og ég segi menn því að það var ekkert annað í boði, 25.000 manns á svæðinu í einu og verkefni var gríðarstórt. Ég fór þarna út fyrir, þetta var vetri til 2012 og var þarna út í 2 ár og tók þátt í fyrst ræsingu á Kerskálanum, ræstum þarna Kerskálan og lentum í alls konar ævintýrum við það og svo fór ég inn í reksturinn og raka inn á vaktina í hálft ár áður en ég kom aftur heim til Fjarðaáls. En sko verkefnið eins og ég segi var hrikalega spennandi en landið aftur á móti er öðruvísi og það var kannski það sem maður lærði þarna, það er öðruvísi en okkar heimur og lærðum kannski að meta það líka, hvernig fólk hugsar og lifir þarna í Miðausturlöndum. Það svona opnaði augum manns fyrir fullt af hlutum. Fyrst við erum komin aðeins út úr landsteinina, það sem ég verið svolítið upptekinn bara almennt á íslensku atvinnulífi og þessu stóra samhengi sem almennt núna því ég sat í orkustefnunefndinni og þeirri vinnu, það var svona kannski einn af 3 áherslupunktum sem ég var helst með í vinnunni með orkustefnuna var bara samkeppnishæfni landsins í stóra samhenginu og það skiptir náttúrulega miklu máli í áliðinanum, það er þessi samkeppnishæfni og ég skynja kannski og ég skrifa það einhverja greinar að það er kannski tvennt svona sem ég sé kannski sem skiptir okkur mjög miklu máli og við höfum, það er þessi græna orka, endurnýjanlega orka, svona til lengri tíma og síðan hitt sem er EES-samningurinn og raunverulega ákveðin svona þróun. Eins og ég skil þetta þá er meira minn allt ál sem er framleitt í Íslandi að fara til Evrópu og er innan EES-samningsins. Ég er líka aðeins kemur aðeins upp maður er svolítið tölfræði nörd að fylgjast með ýmsu og það sem að fram að EES-samningnum sem varst áhugavert, það voru framleitt 100.000 tonn á Íslandi í áli. EES-samningurinn kemur inn, það var í 94, 1. janúar ég man það rétt og síðan þá voru að hafa bæst við 800.000 tonn í framleiðslu á Íslandi á síðustu 25 árum, sem er alltaf áhugavert og þetta gerist hratt með Straumsvík, stækkun í Straumsvík rétt eftir EES-samninginn, Norðurál hefur starfsemi og síðan kemur Fjarðarál í áraunverulega svona 10 árum seinna, skulum við segja. Þannig að það er gríðarleg breyting og svona og við sjáum raforku framleiðslu í landinu fer mikið upp á sama tíma náttúrulega, þetta er 80% orkunni fer í stóriðina, álverinn og gríðarleg hagsmuni fyrir og mér kannski þótt þetta svona í samhengi hlutana ekki alltaf metið raunverulega til þess eftir fjármálahrunið, hvað raunverulega stóriðan og þessi vöxtur sem hjálpaði mikið til þar í gjaldeyristekjum og annað. Maður fær aldrei neitt til að tala um þetta eða hversu gríðarlega miklu máli þetta skipti. Það var sjávarútvegurinn, það var álverksmiðjurnar og svo náttúrulega kemur stökki með ferðaþjónustunni. En þannig að ég hef alltaf sagt að þetta er mikilvægur grunnur í gjaldeyristekjum þjóðarinnar og eins og er að sanna sig núna á COVID-tímum að ég myndi ekki bjóða í það ef við hefðum ekki þessa gjaldeyrisuppspretti sem við höfum núna í álverksmiðjunum til dæmis og sjávarútveginum þegar í þessu ástandi sem við upplifa á þessu ári. En þetta hefur verið mjög mikil og hröð þróun þessu síðustu 25 ár. Sko stærðirnar í Evrópu, þið þekkið þetta mun betur náttúrulega en ég,
það mest álframleiðsla í Evrópu í dag og það hefur verið að loka verksmiðjum vítt og breitt, það Ísland og Noregur þetta ekki, sem eru stærstu álverksmiðjurnar í Evrópu í dag í þessu samhengi, Smári? Jú, það hárrétt. Alcoa með til dæmis 2 verksmiðjur, Hydro með verksmiðjur í Noregi og sem hafa haldið sínu, og svo aftur aukningin hérna á Íslandi, en þær eru svolítið að týna tölunni verksmiðjurnar vítt og breitt Evrópu, og þessa dagana Alcoa til dæmis að loka einni verksmiðju á Spáni, og það svona megin ástæðan þar ótryggir orkusamningar. Þeir hafa ekki fengið orku fyrir þá verksmiðju nema í gegnum uppboð á raforkumarkaði síðastliðin ár, og það bara engin leið að reka þá verksmiðju öðru sem með bullandi tapi, og sem náttúrulega ekki hægt að gera til lengdar, og stjórnvöld og markaðurinn hafa ekki komið inn með neina lausnir fyrir þá verksmiðju. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að svona fyrirsjáanleiki og langtíma samningar liggi fyrir þessar verksmiðjur, og svo hitt að svona stöðuleiki á vinnumarkaði sé til staðar líka. Það svona einn þátturinn sem við getum sagt að sé svolítið villtur á Íslandi samanburði við Evrópu í það minnsta, og gríðarlega kaupmáttaraukningu hérlendis, og sem vissulega mjög gott, en við þurfum að þróa þann markað og gera hann heilbrigðan svona til lengri tíma, alveg eins og orkumarkaðinn, hann svolítið óþroskaður og lokaður markaður meðan við getum ekki flutt orku frá landinu, og ég auðvitað mikill talsmaður þess að við nýtum orkuna sem við framleiðum hérlendis til atvinnusköpunar, að við verðum að horfa til langs tíma þar og skapa umhverfi sem þessum fyrirtækjum veitir þeim góða stöðu á markaði. Ingólfur, eitthvað þetta, samkeppnisefnina? Já, við langaði kannski að byrja að tala það sem þú varst einmitt að segja, sko, umræðan og kannski hvernig við tölum áliðnaðinn í landinu. Mér oft og lengi þótt að leiðilegt hvað oft eru neikvæðar fréttir af þessum iðnaði, og flestar fréttir sem koma af álverum eru neikvæðar, og bara ósanngjarnt fyrir allt það góða fólk sem vinnur í áliðnaði á landinu og í landinu, og hvernig og hvaða áhrif það hefur fyrir íslensk samfélag. Þannig að ég vona að það komist upp á hærri stall, og svo má það komast í framtíðinni. Með samkeppnina, sko, við náttúrulega erum langt frá öllum mörkuðum og gerir þá landfræðilega okkur mjög erfitt samkeppnislega séð. Eina sem við höfum vel upp á bjóða náttúrulega orkan, og líka hrein orka sem má ekki gleyma. Þetta allt búið til með hreinni orku sem gríðarlega verðmætt og okkar mati. Það gerir okkur sterk, og eins og Smári segir, það skiptir miklu máli að hafa það sem gerir okkur sterk í góðum málum. Þannig já. En langar aðeins að sko samkeppnisefni í heiminum, og ég tók þetta fyrir í fyrra haust svona í tengslu við EES-samninginn sem var kynntur, sem var svona skýrslubeiðni sem ég var einn þeirra sem bað skýrslu um EES-samninginn og framkvæmdina, og í þeirri ræðu þá ræddi ég aðeins bara þessa samkeppnisefni, náttúrulega þennan tollasamning sem við erum inni, og síðan þetta stóra samhengi sem samkeppnisefni á heimsvísu, þessa þróun í Kína. Og ef ég man þetta allt saman rétt, aldamótin þá voru Kínverjar að framleiða 8% öllu áli í heiminum. Núna hefur þetta verið 50-60% undanfarna misseri af heildinni, og við vitum líka að samkvæmt svona gögnum sem hefur verið að viða sér að einhver 87% af allir framleiðslunni í Kína þá rafmagnið þá búið til úr brúnkolum, sem nú eiginlega mengaðasti orkugjafi sem getur fundið Ég held að það sé eitthvað nýfalt eða tífalt meira raunverulega sem hvert tonni sem framleitt í Kína mengar í útblæstri heldur en á Íslandi. Síðan þetta bara þessi, hvernig keppir maður við Kína? Nú bara verið þið ráðið hvernig þið svarið þessu eða takið persónulegu skoðun á þetta. En það sem er áhugavert núna að sjá hvernig ef við verum á síðustu mánuði, það sem þessi umræða núna að
að Kínverjar séu farnir að flytja inn aftur, hvort það sé eitthvað COVID-dæmi innanlands eða hvað, þeir eru að starta aftur upp efnahagslífinu og við sjáum verðið stíga aftur eiginlega bara virðist nú fylgja því strax þegar þeir fara, sko, þessi þáttur heitir næstu skref og þá er næstu skref í áliðnaðinum. Hvernig sjáum við þetta núna þróast? Nú bara biðja ykkur að vera smá spámenn á eitthvað persónulegu nótum, þið eru ekki að tala þarna sem ég bara hef áhuga að reyna að átta, sko, hvernig haldið þetta muni þróast, þið sem eru í þessum geira og hvernig sjáu þið samhengið vera á næstunni í þessu stóru mynd sem er líka bara þessi samkeppnishæfni heimsvísu og sem mikla breyting. Það er bara eitt sem ég hef miklar áhyggjur af og er það að Evrópa hætti að framleiða bara almennt og verði bara þjónustuhagkerfi og hætti að framleiða, þá held ég að voðinn sé vís í stóra samhenginu. Ég er hræddur við það á næstu 10, 15, 20 árum að þá muni Evrópa gefa mikið eftir í framleiðslu iðnaði og tel að gríðarlega mikilvægt að Evrópa haldi áfram að framleiða. Það verður mjög erfitt efnahagslega og öllu samhengi hlutana til lengri tíma ef við hættum að framleiða og þetta flyst allt austur til Asíu. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur á næstu? Þetta eru einfaldar spurningar, þetta eru millumálin. Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur, Smári, þú byrjar næstu ár? Sko, innan okkar fyrirtæki sjáum við allavega fyrir okkur að álnotkun í heiminum er ennþá að aukast. Hún er að aukast 5-6% á ári og það eru svona merki það að í Kína séu menn komnir að einhverju mörkum í það minnsta og hvort að umhverfismál eru farin að spila þar eitthvað inn í að menn séu farnir að átta sig á því hvað brennsla brúnkóla í þessum geira er að gera bara fyrir íbúa landsins. Það er ekkert ólíklegt að menn átti sig á einhverjum tímapunkti á því í þessu stóra landi sem á náttúrulega frábæra vísindamenn og sem hefur skilað sér í það að þeir eru að framleiða ál með mjög hagkvæmum hætti, sem sagt út frá stærðareiningunni þó að orkan sé dýrðar. En ég á von á því að persónulega að það muni verða eitthvert jafnvægi í framtíðinni og hvort að við erum að sjá einhver dæmi það eins og í sumar, hvort að það er eingöngu COVID-tengt eða hvort það er tengt umhverfismálum eða einhverju fleiru. Maður vonar það og þá geti framtíðin hjá okkur verið með björt. Kannski varandi það að álverin sé að þrýsta svona á norðlægari slóðir að það er þó eitt jákvætt við það er verið að framleiða allt þetta ál með sem sagt orku framleiddir á umhverfisvænan hátt í þessum löndum, Noregi og Íslandi sem að ég getur sagt að sé þó jákvæður ángi. Og Kanada kannski. Ingólfur. Já, ég held að áliðnaðurinn og sérstaklega í fyrirtækjum sem ég vinn hjá á sér bjarta framtíð ef það er haldið rétt á spöðunum. Sko, eins og þetta er í dag, þá sitjum við raunverulega ekki við sama borð og til dæmis Asía, hvað varðar framleiðslu á áli eða bara framleiðslu bara almennt, hvað varðar umhverfismálin. Hér eru mjög strangar og reglur hver losunin má vera, til dæmis eins og í flúamálum og svo náttúrulega í CO2 líka, CO2, koltvísýringnum. En það virðist ekkert vera því austar sem þú ferð og þá náttúrulega gerir það okkur lífið svolítið erfitt. En ég held að sko með öflugum fjárfestingum og eins og við töluðum áðan tæknimálum, þá getum við haldið okkur í business. Til dæmis þá er virkilega spennandi verkefni í Kanada þar sem Alcoa er einn af aðal eigundunum eða aðkomendum af því verkefni. Þetta er Ellipsis og það snýr að því að geta framleitt ál án kolefna. Og þetta er verkefni sem Alcoa hefur verið að þróa mjög lengi en fekk svo til sín Rio Tinto og kanadíska ríkið til þess að keyra þetta verkefni áfram og það gefur manni svona vonum að það er hægt að framleiða ál í okkar heimshlutum því að maður keppir ekkert við Asíu í dag hvað varðar umhverfi og svo líka fólk og það sem þeir geta boðið upp á þar.
Það var einmitt mjög gott og myndist á þetta með umhverfismálin og Evrópu, þetta var sá hluti ræðinu sem ég glemdi áðan að taka með ef þetta verður of íþyngjandi og við erum bara með reglurnar varðandi umhverfismálin og vinnum í Evrópu, þar sem að menn fara í harða baráttu sem bara besta mál, en ef að Asía fylgir ekki eftir og þannig fari bara samkeppnishæfnin fyrir framleiðslu í Evrópu og verði raunverulega bara ekki samkeppnishæfn vegna þess að Evrópa verði með það þröng skilyrði varðandi umhverfismálin sem Asía fylgir til dæmis ekki eða aðrir heimshlutar og þess vegna þurfum þetta að vera með. Við sjáum ótrúlega breytingar í Evrópu á ótrúlega skömmum tíma núna varðandi sólarorku og vindorkuna, endurnýjanlega orku og slíka hluti, en ég held að mér held nú, mér sýnist nú Evrópusambandið hafi nú verið að vakna svolítið upp núna á þessu ári, maður svona að heyra það utan að sér að þetta samhengi hlutana sé nú að koma aðeins inn þar, að maður verði að gæta sín að halda samkeppnishæfninni, að fara ekki hratt yfir þann völl að fara og hratt í umhverfismálin og gleyma samkeppnishæfninni og síðan bara vakni menn upp við það eftir 5 eða 10 ára eða 15 að það er búið að tapa þessu efnahagslega jafnvægi sem að skiptir öllu máli til að viðhalda sér. Þannig að ég held að það sé svona, ég vona að það sé það sem er að vakna. Þetta viljum við öll gera mjög vel í umhverfismálum og þið til dæmis hafi verið að vinna, eða ekki, ég meina þetta er stórt og mikið mál hjá öllum í áliðina í dag. Algjörlega og við berjumst við það á hverjum degi að standa okkur vel í umhverfismálum og við erum með mjög ströng mörk, við erum auðvitað eitt af 9. Og fraus Smári. Já, ég get svo sem tekið við. Það sem Smári var miklar og það er alveg mikil vinna í það hjá okkur. Já, Ingólfur. Já, eins og Smári var að segja, sem kannski heyrðist ekki því að Smári út aðstæðans út. Þá erum við með gríðarlega þröng og ströng mörk á losun frá álframleiðslunni og við erum bara stolt af því og viljum ná því og halda því. En þetta skiptir náttúrulega allt máli og svo samanskapi erum við að framleiða orku á hvað umhverfisvænasta hátt sem hugsast getur. Þannig að þetta skiptir allt miklu máli. Alcoa í heild sinni er með eitt af lægstu kolefnisfótsporunum í álframleiðslu í heiminum og ætla sér stóra hluti þar í framtíðinni, halda vel á spöðunum og halda okkur þar. Þannig að það er mjög mikilvægt. Hvað með það varstu verið talað virðiskeðjuna, að framleiða bæta í hana innanlands og búa til vörur. Ef ég maður rétt, þá fóru þið í álkapla fyrir austan og hvernig hefur það gengið og erum við sátti við eftir að við fóru þá framleiðslu og er eitthvað frekar sem við getum gert í framtíðinu og nýta betur framleiðslu innanlands? Það var nú skoðað á sínu tíma að setja upp áfram framleiðslu úr vírunum sem við framleiðum hjá okkur og fullvinna. Því miður náði það verkefni ekki gegn og endaði held í Austurríki. En það er nú samt þannig að mikið til dæmis bara á okkar áli, segjum eins og af annarri virðisaukaandi línun okkar, þar sem við framleiðum melmisblöndur, silikónblöndur ásamt áli. Það er hráefni fyrir álfelgu framleiðendur í Evrópu. Við erum einn af stóru byrgjónum þeirra. Þær verksmiðjur eru allar staðsettar kannski í einhverja kílómetra fjarlægð frá bílaverksmiðjunum. Þannig að munurinn á því að til dæmis að flytja ál í því formi sem við gerum versus það að vera búið að móta það í einhverja vörur og flytja svo getur haft áhrif neikvæð á verð og samkeppni við aðra vörur. En vonandi sjáum við eitthvað í framtíðinni að einhverjum hugnist að sitja niður verksmiðju en enn sem komið er það ekki raunin og við erum náttúrulega að framleiða alveg gríðarlegt magn. Ég er ekki viss allir gerir sér grein fyrir því að framleiða hátt í 350.000 tonn í ári. Heildar fiskveiðikvótinn, hvað
Hvað er hann stór Njáll? Já, þorskurinn er 260.000 tonn. Þorskurinn 260.000 tonn, já. Ef ég maður Við erum að flytja út meira af áli heldur en þorski, getum við sagt. Úr einni verksmiðju. Þannig að Ég persónulega myndi vilja sjá meira gert við álið á Íslandi, en auðvitað þarf maður að vera að passa upp á samkeppnina. Ég sé til dæmis fyrir mér að ef það væri verksmiðja sem geti nýtt sér álið okkar bara hérna við hliðina á, þá væri hægt að flytja það í vökvaformi og ná þá einhverju forskoti í að þurfa ekki að endurbræða það og forma það þá eins og við gert í langflesta okkar vörum. Það er svona verkefni sem ég persónulega væri til í að sjá hérna á Íslandi við einhverja verksmiðjuna. Já, það væri mjög spennandi. Hérna svona batteríframleiðsla í bíla og slíkt. Er verið að nota, ég veit að það er notað gríðarlega orka í að búa til batterí fyrir bíla og til dæmis og önnur tæki. Hefur það eitthvað verið umræð sem maður getur séð þetta eftir 5 eða 10 ár? Er ekki notað ál og svona málmblöndur mikið í batterí? Nú er ekki sérfræðingur í því. Hvað getið sagt mér svona hugmyndir? Það er náttúrulega bestu batterín í dag, lithiumbatterín, það er kannski ógnin þar að sú auðlind ekki óþrjótandi. Og ég hugsa að það sé víða í heiminum verið að vinna þróun á annars konar batteríum og þar með talið álbatteríum. Og eftir því sem maður heyrir að þá eru íslenskir aðilar að vinna í slíkum málum líka í samvinnu við erlenda aðila. Ég er nokkuð viss að það á eftir að finna tæknilausnina þar og við höfum eftir að sjá mun ekki bara betri heldur líka öruggari batteri. Því að íkveikjuhætta og svoleiðis til staðar í lithiumbatteríunum en yrði ekki í þessum álbatteríum eins og menn hafa séð það. Já, þú komst aðeins inn á svona fyrir að ljúka þessu varðandi sjálfvirkni og þegar talað sjálfvirkni þá oft talað fjórðu iðnbyltinguna, við höfum kannski síðan lengst fram komna í sjávarútveginum frá 1990, síðustu 30 árum, það gríðarleg sjálfvirkni og tækni nýjungar orðið þar, ég meina það unnu 9.600 manns í fiskvinnslu á Íslandi 1990, það eru 2.700 núna, cirka, marelgráðirnar, valka og kúrius og hvað allt þetta heitir, vélfag og þessi hátækni fyrirtæki. Erum við eftir að sjá fjórðu iðnbyltinguna víða í álverksmiðjum með gervigreind og sjálfvirkni og hvernig sjáu þetta fyrir ykkur í næstu áratugum? Álver eins og við rekum hátækni iðnaður. Þetta hátækni iðnaður og það oft gleymst svona einhvern veginn, finnst mér persónulega í umræðinni að hér þetta mikil tækni, bæði vélbúnaður og tölvubúnaður og svo náttúrulega prósessinn sjálfur, ferlið sjálft, álframleiðslu ferlið. Ég sé það fyrir mér að það muni halda áfram að þróast og reynt að minnka mannhöndina eitthvað og við sjáum það til dæmis í Noregi að það er verið að fjárfesta mikið í sjálfkeyrandi faratækjum og þess áttar. Þannig að ég held að fyrir mitt leyti þá held ég að við munum þurfa að þróast og munum þróast meira næstu árum hér í álframleiðslu. Smára, eitthvað að lokum þetta? Já, ég bara á sömu skoðun. Við höfum eftir að sjá ýmislegt breytast í þessum iðnaði í framtíðinni. En eins og Ingólfur segir, þetta hátækni iðnaður í dag. Við erum með stýringar á kerunum okkar og róbota í verksmiðjunni, þannig að það mikil sjálfvirkni til staðar. Það hægt að auka hana. Það mikla framfarir í sjálfvirkni í bara ökutækjum sem dæmi og við erum með þau ófá inn á lóðinni sem ganga allan sólarhringinn. Þannig að tæknin til staðar, það bara spurning hvenær hún verður svona, getum við sagt, hagkvæm í okkar umhverfi til þess að fara af stað. En það mun gerast innan einhverja ára og við erum byrjuð í verkefnum að skoða það hjá okkur. Og við höfum tekið ákveðin skref líka, sko. Svona allra síðasta, nú er mikill áhugamaður iðnmenntun og byggja undir hana í landinu, tæknifræði og slíkt, við vill fá þetta inn í háskólann og það verið að skoða þetta inn á Háskólann á Akureyri.
og það er verið að skoða konar samvinnu austurum. Hvernig hefur gengið hjá ykkur að sem sagt varðandi iðnmenntað fólk og tæknimenntað hvernig hefur það gengið að fá það til vinnu hjá ykkur? Heilt yfir hefur það gengið ágætlega og við allavega ekki langtímum saman verið opnar stöður hjá okkur í teknikgeiranum. Iðnaðarmenn, það svolítið fágætt stétt í dag og við höfum svona í gegnum tíðina nánast alltaf átt pláss til að bæta við okkur góðum rafvirkjum eða vélvirkjum. Og svo er það náttúrulega líka bara á svæðinu hin fyrirtækin sem eru þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn og sjávarútveginn að það er mikil eftirspurn eftir fólki og þetta eru vel launuð störf í þessum geira og ekki síður heldur en háskólanám. Þannig að þar eru gríðarleg tækifæri og við höfum reynt að styðja við og hvetja fólk eða krakka til iðnnáms. Við erum í kynningar inn í skólunum og við erum með tæknidag að kynna svona starfsemin í alvörinu. Við tökum skólana inn til okkar og við erum náttúrulega að reyna byggjandi framtíðin að eiga fólk með góða menntun sem að nýtist inn í svona verksmiðju til framtíðar. Ingólfur, eitthvað að lokum, ég held að við erum að fara að klára, tíminn er alveg, nú erum við komið vel yfir tíma. Hvernig gengur með að fá fólk í vinnu sem er iðnmenntað og tæknimenntað? Ertu bara á sama stað á Smári? Þetta er bara gengið ágætlega? Já, þetta gengur ágætlega en eins og Smári segir, við bætum við okkur og reynum að fá þá góðu sem koma, alveg klárlega, góða fólk sem kemur. En mann vill nú kannski alltaf meira, en við erum langt frá borginni, ef svo má segja, og erum svolítið einangruð þannig séð. Þannig að það er aðeins meira mál að fá fólk inn á svæðið og það hefur stundum, eins og Smári segir, kannski verið stutt tímabil þar sem okkur vantar fólk. En eins og segir, það er svona heildina litið þá gengur þetta vel. Já, þá er það kannski þess að samgöngu til Reykjavíkur sem skipta miklu máli og þið voru með svo lengi vel, ég veit ekki hvernig það er núna, að hjálpa fólki með flugmiða til Reykjavíkur og svo er ég nú einn af þeim sem hefur mikið talað varðandi skosku leiðina og barist lengi fyrir og nú er hún komin í notkun og það var tveir flugleikir á þessu ári og 6 á næsta. Skiptir þetta ekki miklu máli fyrir fyrirtæki sem er örugglega 400 kílómetrum í loftlínu, 700 kílómetra á veginum frá höfuðborginni. Þessar samgöngutengingar og efla þær og styrkja þannig að fólk vilji enn frekar koma og sjái að það á möguleika að komast hratt og vel á milli þegar eitthvað kemur upp á jarðarfarir, fermingar og slíkt. Þetta er bara gríðarlega miklu máli og skoska leiðin svo sem nýja nálinni og við höfum eftir sjá hvernig hún reynist fólki. Fyrir utan COVID-tíma einmitt. Já, en það er rétt. Við vorum með stuðning við flugferðir og höfum dregið úr því og í raun hættum því núna þegar að það er komið útspil frá ríkisstjórninni með það eða stjórnvöldum. Þannig að nú mun fólk okkar nýta sér það með sama hætti og aðrir íbúar Austurlands. En algjörlega nauðsynlegt og almennt bara með samgöngur, það skiptir okkur miklu máli. Við vorum með áður en Oddsskarðsgöngin komið sem dæmi að þá vorum með fólk að komið fjallvegi frá Seyðisfirði yfir á Hérað og yfir Fagradal niður í Reyðarfjörð frá Norðfirði yfir Oddsskarð. Göng þar skipta gríðarlega miklu máli fyrir atvinnusvæðið og frábært að sjá að það er að byrja að hreyfast með göng yfir á Seyðisfjörð sem er fyrsta skrefið í það að ná hringtengingu á svæðinu. Já, ef ég maður rétt þá er þetta núna 3 ár núna í nóvember síðan að Norðfjarðargöngin voru tekin í notkun. Ég held að sé bara akkurat núna í þessu mánuði, þannig að það hefur verið mikil breyting fyrir starfsemi verksmiðjunnar og aðgengi fólks í og úr vinnu og bara þetta mikla samgöngum mannvirki sem að Norðfjarðargöngin eru, náttúrulega Fáskrúðsfjarðargöngin og þetta hefur skipt gríðarlegu máli.
það gerir það. Gríðarlegu mál líka fyrir sko Fjarðabyggð sem bæjarfélag að vera að geta farið á milli kjarnanna eins og Norðfjörður sko, þetta stæðst í byggðakjarnin innan Fjarðabyggðar og og var með það var fjall á milli náttúrulega ennþá þarna en það miklu auðveldara að komast þangað og miklu öruggara líka. En fyrir ekki Smári, ég var að grípa fram fyrir. Það allt í góðu, ég ætlaði bara að nefna og svo er þetta náttúrulega bara út frá tengslunum við spítalan á Norðfirði, gríðarlega mikið öryggismál. Já, það er þetta að halda svo lengi áfram að með ýmislegt í huga, slökkvilið í Fjarðabyggð og tengingin ykkar við það og það er svo margt sem hægt er að ræða, en nú erum við búin að, held ég, komin aðeins yfir mörkin en bara frábært að skyldu vera til í að koma í þáttinn og ræða þessi mál. Og líka þetta er margt jákvætt og ég ofta að reyna að tala jákvæða hluti líka í samfélaginu. Það er margt gott sem er að gera og það er óþarfi að vera alltaf í neikvæðri stemmingu og mér finnst mjög margt jákvætt fyrir að gerast fyrir austan á svo mörgum sviðum sem rætti þessu viðtali. En ég bara þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna í dag og við tölum saman, tökum talið síðar. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.